Og yfirskrift fundarins í kvöld líf og dauði á tungunnar valdi. Amen. Og þetta efni eitthvað sem hefur algjörlega gjörbreytt mínu lífi og minni heilsu og ég ætla að predika þetta. Og ég þekki af eigin skinni kraftina því að tala orð Guðs yfir líf mitt og yfir heilsuna mína. Og 2019 þegar ég var í örvæntingafullri leitalækningu og Jesús Kristur sjálfur mætti mér í hugleiðslu að það var þá sem ég byrjaði að trúa á hann. Fram að því hafði ég aldrei trúað á hann. Ég bara trúði ekki eins og hann hefði verið til og ég gerði stundum grín að fólki sem að trúði á Jesú Krist og kallaði það á Jesú hoppara. En í gegnum AA-samtökin hafði ég öðlast svona einhverja daufa trú á Guð eða svona einhvern æðri mátt. Jafnvel þótt ég vissi ekki hver hann væri og ég þekkti hann ekki. En þegar Jesús mætti mér, Jesús sjálfur í hugleiðslu, að þá byrjaði ég að trúa á hann því að hann var svo raunverulegur og stórkostlegur og fallegur og svo mikill friður og mikill kærleiki og mikill elska sem að stafaði frá honum og ég bara byrjaði að trúa á hann og þá frelsaðist ég. Og þá fór ég að eiga þetta nána persónulega samband við Jesú Krist sem að kristin trú snýst Kristin trú hefur ekkert með trúarbrögð að gera. Kristin trú snýst að eiga persónulegt náið, lifandi samfélag við lifandi Guð í dag sem Jesús Kristur. Þá fór Jesús að opinbera fyrir mér af hverju ég hafði verið svona veik. Af því ég gegnum öll árin, ég skildi bara ekki af hverju ég var svona veik. Ég var orðin edrú, ég var hætt að reykja, ég lifði í reglusömu lífi, ég var rosa dugleg að hreyfa mig, ég var í heilbrigðari kjörþyngd, ég borðaði rosa mikið salat og grammeti og alls konar smúþía og borðaði mjög hollt að mínu mati og ég bara skildi ekki í því. Mér fannst ég var að gera allt rétt. Af hverju ég væri svona lasin og eftir að Jesús mætti mér þá fór hann að opinbera fyrir mér 3 meginrætur sem höfðu verið að gera mig svona ofboðslega veika og ein meginrótin var sú að ég var stöðugt að tala myrkur og óheilbrigði og í rauninni bölva mínu eigin lífi og sjálfu mér. Ég var minn eigin versti óvinur, ég var rosalega hörð við sjálfa mig, kröfuhörð, ég setti fullkomnuna kröfu á mig, á líkama minn, á allt sem ég gerði og ef ég náði ekki að standast þessar ósanngjörnu, óraunhæfu kröfur þá barði ég mig niður með neikvæðu sjálfsniðri við sjálfsásökun og sjálfsfyrirlitningu og allt þetta ákveðið form af sjálfsofbeldi og Jesús fór að opinbera fyrir mér að það sem ég hafi verið að tala yfir líf mitt og yfir heilsuna mína var myrkur og veikindi og sjúkleiki og í rauninni bölvun og það var ein af meginrótum þess að ég hafi verið svona veik. Og Jesús fór að leiða mig í gegnum að skref fyrir skref, að fyrirgefa þessu og umbreyta hugarfarinu mínu og umbreyta orðum mínu. Og hann fór að hjálpa mér að skipta út neikvæða sjálfsniðrinu fyrir jákvæða sjálfsuppbyggingu, skipta út vantrú fyrir trú, ótta fyrir öryggi. Og þegar ég fór að breyta því hvernig ég hugsaði og hvernig ég talaði, þá fór orka mín að breytast, líðan mín að breytast, heilsa mín að breytast, líf mitt allt breyttist og ég læknaðist. Og þetta var 2019 sem að þetta gerist og ég er búin að vera læknuð síðan. Kvíðanum, krónísku verkjunum, brotnu sjálfsmyndinni, þessari síþreytu sem ég glímdi við og þessari fíkn og matarþráhyggju sem ég hafði glímt við líka. Amen. Orð eru máttug og orðin sem að þú talar ekki bara einhver hljóð, þau eru orka, þau eru kraftur og þau eru afl. Orðin sem við tölum út eru fræ, þau eru stefna og þau eru yfirlýsing okkar inn í þessa ósýnilegu veröld. Og ef að þú ert hér í dag og þú ert að glíma við einhverja aðstæður, erfiðar aðstæður sem að bara virðast ekki breytast, ef að þú ert að velta þig fyrir af hverju þetta ekki að breytast, af hverju ekkert að gerast, af hverju kemur ekki lækningin, af hverju kemur ekki friðurinn, af hverju þetta fjall sem ég er búin að vera að reyna að klífa og glíma við, af hverju það ekki að haggast. Þá langar mér til að segja þetta að það komið tími til að tala orð Guðs yfir líf þitt, yfir líkamann þinn, yfir heilsuna þína, yfir kringumstæður þínar, yfir sjálfan þig, yfir fjölskylduna þína. Ekki tala út stöðugt út frá því sem hún sérð með holdlegu augunum. Ekki tala stöðugt út frá því sem að tilfinningar þínar að segja þér. Ekki tala alltaf út frá því sem að líkaminn þinn að segja þér
eða líðan þín, eða heilsan þín, eða bankareikningur þín og alls ekki tala út það sem að kvíðin eða óttin að hvísla að þér. Þú ert barn Guðs og barn Guðs á ekki að lifa undir valdi heimsins. Barn Guðs á að lifa undir valdi Guðs og hans orðs. Og það segir í Hebreabréfinu í 11. kafla 3. versi, fyrir trú skiljum við að Guð skapaði heimana með orði sínu og að hið sýnilega var til af hinu ósýnilega. Og þannig Biblían að staðfesta að opinbera það sem að vísindin hafa verið að staðfesti æ meira mæli. Við lifum ekki bara í þessari efnislegu veröld, heldur líka í ósýnilegri veröld sem ég kalla orkuheiminn eða hinn andlega heim í ensku þýðingunni. Í Biblíunni er talað spiritual realm og þar allt orka eða kraftur eða máttur. Og orðin okkar eru orka og áður en þið sýnilega verður, þá var það til í hinu ósýnilega. Þannig að allt sem efnislegt mótast og myndast út frá því sem fyrst til inn í hinu ósýnilegu veröld eða inn í þessum orkuheimi. Og orðin okkar, þar sem við tölum út, orka sem hefur sköpunarkraft. Guð skapaði allan heiminn með orðinu sínu og ef við lesum þarna fyrsta kaflan í Mósebók, í fyrstu Mósebók, þá kemur þetta fram aftur og aftur og aftur. Guð talaði, verði ljós og þá var ljós. Guð talaði, verði festing milli vatnanna, jörðin láti gróður spretta, vötnin verði kvik af lífverum og fuglum, jörðin leiði fram lifandi skepnur og svo framvegis og þegar Guð talaði þetta, þá varð þetta. Amen. Amen. Og í 5. Mósebók í 30. kafla segir að orð Guðs mjög nærri okkur í munn okkar og hjarta svo að við getum breytt eftir því. Og það var talað um það í 4. kafla í Lúkasar Guðspjalli þegar Jesús var að predika að þá urðu menn mjög snortnir af kenningu hans því að vald fylgdi orðum hans. Vald fylgdi orðum Jesú og það segir í Biblíunni að við sem höfum tekið á móti Jesú Kristi, við erum börn Guðs. Við erum sköpuð í hans mynd. Við erum sköpuð í Guðs mynd og í þessu felst að vald fylgir okkar orðum líka. Þannig að það sem við tölum út, það skiptir máli. Guð, þegar hann skapaði okkur, þá skapaði hann okkur ekki valdalaus og máttlaus og aum. Við erum konungborin, við erum hluti af konungsfjölskyldu Guðs almáttugs sem skapaði allan himininn og jörðina og allt sem til í veröldinni. Og verandi konungborin og hluti af hans konungsfjölskyldu höfum við fengið vald. Amen. Og Guð gaf okkur val. Og hvernig við iðkum þetta vald fyrst og fremst með því hvernig við tölum. Hvað við erum að tala út. Jesús sagði í Markúsar Guðspjalli 11. kafla 23. versi, sannlega, sannlega segi ykkur, hver sem segir við fjall þetta, lyftir upp og steypir í hafið og efar ekki í hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem hann mælir, þá gerist það. Jesús sagði sá sem segir, þú tala við fjallið. Jesús sagði ekki hver sem hugsar og hugsar fjallið, hver sem kvartar undan fjallinu, hver sem lýsir fjallinu aftur og aftur, hann segir talaði við fjallið. Og það kemur svo stund þar sem við þurfum að hætta að tala vandamálið, tala veikindin, tala erfiðleikana, tala áföllin aftur og aftur og aftur og aftur og við þurfum að byrja að tala við það. Við byrjum að tala við fjallið, við rekum það út í Jesú nafni og við þurfum að tala líf inn í okkur sjálf, inn í aðstæður okkar, inn í hugan okkar, inn í heilsun okkar. Við þurfum að tala inn í líf okkar það sem við viljum öðlast og viljum fá. Við tölum við óttan og við rekum hann út. Við tölum við sjúkdóminn og við rekum hann burt. Við höfnum kvíðanum. Við tölum við fjallið sem stendur fyrir framan okkur, hvort sem það kvíði, veikindi
rifrildi, þrengingar, erfileikar, skortur. Jesús sagði aldrei, ég er komin til að gefa ykkur líf í eymd og skorti. Hann sagði, ég er komin til að gefa ykkur líf í fyllstu gnægð. Talaðu við skortinn og rekta hann út og talaðu allsnægtir Guðs almáttugs inn í líf þitt, inn í hjarta þitt, inn í bankareikningana þína, inn í fjárhaginn. Amen. Amen. Og þetta erum við ekki að gera í okkar eigin krafti, þetta erum við að gera með því valdi og þeim krafti sem heilagur Guð hefur gefið okkur. Með hans krafti, með hans mætti. Í trú á orð Guðs og það sem Guð er að segja okkur í gegnum orð sitt. Og í Jakobsbréfinu í 3. kafla er mjög magnaður kafli sem að útskýri fyrir okkur hvaða þýðingu orðin okkar hafa og tungan okkar. Og þessi kafli ber yfirskriftina að stýra tungu sinni og þarna segir í öðru versi, öll hrösum við margvíslega, hrasi einhver ekki í orði, þá er hann maður fullkominn, færum að hafa stjórn á öllum líkama sínum. Ef við leggjum hestinum beisli í munn til þess að þeir hlýða okkur, þá getum við stýrt öllum líkama þeirra. Sjáðu einnig skipin, svo stór sem þau eru, og rekin af hörðum vindum, þeim verður stýrt með mjög litlu stýri, hvert sem stýrimaður vill. Þannig er einnig tungan lítill limur en lætur mikið yfir sér. Sjáu hversu lítill neisti getur kveikt í miklum skógi. Tungan er líka eldur. Tungan er ranglætis heimur meðal lim okkar. Hún flekkar allan manninn og kveikir í allri tilveru hans en er sjálf tendruð af helvíti. Allar tegundir dýra og fugla, skriðkvikindi og sjáaldýrum og temja og hafa mennirnir tamið en tunguna getur engin maður tamið þessa óhemju sem er full af banvænu eitri. Og hér kemur 9. versi. Með henni vexum við drottin okkar og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðir eru í líkingu Guðs. Af sama munni gengur fram blessun og bölvun. Þetta má ekki svo vera, bræður mínir og systur. Gefur sama lindin bæði ferskt og beiskt vatn. Mun fíkitré, bræður mínir og systur, geta gefið af sér ólífur eða vínviður fíkir. Og það segir í orðskviðum 18:21, líf og dauði er á tungunar valdi, sá sem henni beitir mun og þiggja ávöxt hennar. Og þessi vers eru mjög alvarleg. Og þetta er mjög alvarleg viðvörun og kennsla Guðs til okkar. Hvernig ætlar að beita því valdi sem Guð almáttugur hefur gefið? Ætlar að blessa eða bölva? Ætlar að byggja upp eða rífa niður? Og við þurfum að spyrja okkur, hvað er ég að tala yfir lífið mitt? Hvað er ég að tala yfir líkama minn, yfir heilsuna mína? Hvað er ég að tala yfir börnin mín? Hvað er ég að tala yfir framtíðina mína? Hvað er ég að tala yfir köllun mína? Er ég að tala líf eða er ég að tala dauða? Er ég að tala út í trú eða er ég að tala út vantrú eða ótta? Amen. Er ég að tala sigur eða er ég að tala ósigur? Og við þurfum ekki, það er ekki þannig að við þurfum að afneita raunveruleikanum en við eigum ekki að gera kringumstæðurnar okkar að okkar æðsta sannleika. Við eigum ekki að vera að horfa á kringumstæðurnar okkar, tilfinningar okkar, gömul áföll, fortíðina og álykta okkar sannleika eða okkar stöðu eða okkar framtíð út frá því. Orð Guðs er sannleikurinn og Jesús Kristur er sannleikurinn. Sannleikurinn er persóna sem að Guð opinberar í gegnum orð sitt. Og það er það sannleikurinn sem er okkar sannleikur. Og stundum er það þannig að við þurfum að tala þvert á aðstæðunar, þvert á fortíðina, þvert á það sem hefur verið okkar reynsla hingað til. Þvert á það sem líkaminn okkar eða heilsan er að segja okkur eða okkar neikvæðu hugsanir. Og þegar við, bræður og systur, erum í neikvæðu sjálfsniðrifi, sjálfsgagnrýni, sjálfsfordæmingu, þá erum við að bölva okkur sjálfum og okkar eigin lífi. Og þegar við erum að tala sjúkleika og veikindi yfir líkamann okkar og yfir okkur sjálf, þá erum við að bölva okkar eigin heilsu og okkar eigin heilsufari.
þannig að við þurfum að vanda okkur og hugsa okkur tvisvar áður en við tölum út. Í Mattheus sagði Jesús hver sem segir við fjall þetta og efar ekki hjarta að svo fara sem hann mælir, þá mun svo fara. Það segir það mun gerast. Ef þú trúir í hjartanu og talar það út, þá mun það gerast. Þetta er svakaleg yfirlýsing frá Jesú. Og þess vegna er svo mikilvægt að við séum að gæta tungu okkar, af því að þetta virkar bæði til góðs og til íls. Ef við trúum því að við séum veik, sjúk og við tölum það út, hringjum í vin okkar, tölum stöðugt það hvað okkur líði illa, hvað við erum veik og öll þessi einkenni sem við erum að glíma með, förum jafnvel að aðlaga líf okkar og stundaskrá að veikindunum, þá er það sem mun verða. Og í bréfi Páls til Efesusmanna í 4. kafla þá segir þar í 29. versi: látið ekkert skaðlegt orð líða yður af munni, heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist til þess að það verði þeim til góðs sem heyra það. Svo kemur strax í framhaldi: hryggið ekki heilagan anda, þér sem eruð innsiglaðir með til endurlausna dagsins. Og ein af megin leiðunum sem að við kristnir einstaklingar hryggjum heilagan anda, það er með því þegar við erum að tala út myrkur, þegar við erum að tala út bölvun, líka yfir okkar eigin líf, og það særir föður okkar á himnum þegar við tölum illa okkur sjálf. Það særir hann. Alveg eins og þið sem eru börn eða barnabörn, það myndi særa ykkur að horfa upp á börnin ykkar eða barnabörnin ykkar tala illa sjálfan sig og rífa sig niður og koma illa fram við sjálfan sig með þessum hætti. Og svo segir að við eigum að láta hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmæli vera fjarlægt okkur, og við eigum að vera góðvilju hver við annan, miskunnsöm og fús til að fyrirgefa, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið okkur. Þannig að orð geta verið ofboðslega skaðleg, en þau geta líka verið rosaleg blessun, rosalega mikil lækning. Og eitt af því sem er einna verst fyrir utan kannski niðurrifið og ásakanirnar, og Einar hefur stundum predikað það að ásakanir eru helsta vopn djöfulsins og límið sem einhvern veginn heldur hans ríki saman, það eru ásakanir. Þannig að það er eitt af því sem við þurfum að stroka algjörlega út úr okkar munni. Alveg sama hvort okkur finnst að vera réttmætt eða ekki, Guð er réttlætið og það er hann sem er dómarinn. Þá er það kvart og kvein er baneitrað. Og ég var einu sinni, áður en ég var grundvallaður í Jesú Kristi, þá var ég stundum að kvarta og kveina við Einar að hann væri svo lélegur neytandi. Ef hann var að kaupa eitthvað vöru og hann væri vitlaust afgreiddur eða það væri eitthvað mygla eða væri eitthvað aðeins, og þá vildi ég fara út í búðina og kvarta yfir og svo fá endurgreitt. Alveg sama, og þetta myndi kosta kannski 300 kall. Það er bara það átt að gera. Og Einar sagði: mér er alveg sama og ég pæla ekkert í þessu og ég ger ekkert við þessu, ég hendi þessu bara í rusli. Og svo fór ég að lesa í orðinu og ég alveg, já, ok, bara, þú veist, til hamingju. Þú er einu sem haft rétt fyrir þér. Þannig að hann má alveg eiga þetta, og í dag þá vandaði ég mig mjög mikið að kvarta aldrei og kveina. Þegar Guð hafði leitt þjóð sína, Ísraelana, út úr þrældómi í Egyptalandi, út í eyðimörkina, og var að fara að leiða þjóð sína inn í fyrirheitna landi þar sem þeir voru frjálsir og allt flæddi í hunangi og mjólk. Yfir flæði, þá tók þjóðina 40 ár að ganga vegalengd sem hefði bara þurft að taka 11 daga að ganga. Og enginn af upprunalegu einstaklingum að 2 undanskildum komst inn í fyrirheitna landi, það dóa allir áður. Og ástæðan fyrir þessu var vantrú og endalaust kvart og kvein. Og það segir í Mósebókum að þegar þjóðin kvartaði og kveinaði, þá kom baneitruð höggorma plága yfir fólkið sem tók að tortíma því. Og einmikið Móse var, og fólki byrjaði að kvartaði Móse og hann byrjaði að biðja til Guðs, bara fyrirgefðu, viltu bjarga okkur, og þá sendi Guð björgun sem var eyrormur, þannig að hver sem horfði á eyrorminn og þótt hann væri bitinn, þá myndi hann ekki deyja.
heldur lifa. Og sko þetta gerist ekki, það var ekki að því að Guð var eitthvað að refsa fólkinu fyrir að vera kvart og kveina. Þetta gerðist að því að kvart og kvein einkenni og afleiðing vantrúar og vantrusts á Guð. Og þegar við víkjum hjarta okkar með þeim hætti frá Guði, þá opnum við dyr fyrir myrkrið og djöfulinn til að komast inn. Og það hellist yfir okkur bölvun. Það talaði um þetta í Jeremíu 17, að þegar hjarta okkar víkur frá drottni og við erum að treysta á dauðlega hluti í staðinn fyrir Guð, að þá kemur bölvunin. Og þannig verið að tala um baneitrað höggorma pláu. Spáið í þessu. Og þarna var þjóðin endalaust að horfa kringumstæður sínar, eyðimörkina og var að dæma út frá því í stað þess að horfa á lofur Guðs sem var frelsunin, frelsið, sem var fyrirheitna landið, þar sem allt flaut í mjólk og hunangi, þar sem var allsnægta yfirflæði, miklu meira en nóg, handa öllum. Og afleiðingin var sú að þau gátu ekki fengið þetta, það sem Guð var að reyna að gefa. Þau mistu af því og það þurfti að koma ný kynslóð. Þannig að þegar við erum að viðhafa slíkt tal, þá dregur dilk á eftir sér. Það hefur rosalega áhrif inn í líf okkar og við getum fest og það getur gert það að verkum að við komumst ekki inn í fyrirheitna landið sem Guð vill gefa okkur, sem Guð hefur þegar gefið okkur. Og loforðin, lækningin, allsnægtirnar og blessunin sem að Guð hefur sendt til þín, við getum mistað því ef við erum þarna. Og það lækning í orði Guðs og ef við þurfum lækningu þá finnum við loforð Guðs lækningu í orðinu, við hugleiðum þau í hjarta okkar og við tölum það út í trú. Biblían segir um Jesú í Jesaja 53:5, en hann var særður vegna vora synda, kraminn vegna vora misgjörða, honum var refsað svo að vér fengjum frið og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigð. Og benjar því þarna sár eða meiðsli, ekki? Jú. Já, af því að hann var meiddur, þá urðum við heilbrigð. Þetta er ekki bara eitthvað falleg vers, þetta er andlegur veruleiki og þetta er staðreynd. Jesús bar syndina, hann tók á sig dóminn sem vofði yfir okkur og hann bar sárin og alla sjúkdómana svo að við þurftum ekki að gera það. Og fyrir hans benjar urðum við heilbrigð. Og þegar við tökum þetta orð og við tölum þetta yfir líf okkar og yfir heilsu okkar, þá byrjar lækningin að flæða inn. Fyrir benjar Jesú er ég heilbrigð. Ég ætla að biðja alla að endurtaka eftir mig núna og endurtaka þetta upp átt. Fyrir benjar Jesú er ég heilbrigð. Friður Guðs tilheyrir mér. Friður Guðs tilheyrir mér. Lækning Guðs er innra með mér. Lækning Guðs er innra með mér. Líkami minn og heilsa heyrir undir vald Jesú Krists. Líkami minn og heilsa heyrir undir vald Jesú Krists. Amen. Þetta er trúarjátning sem við byggjum á orðið Guðs og við tölum þetta út. Og annað dæmi, ef þið vantar kraft og orku eða ert að upplifa þreytu og örmögnun, ekki tala út hversu þreyttur þú ert, hversu orkulaus, hversu bugar þú ert, ekki tala út á sér orðið svo gamallega gömul, hversu lélegt minni þetta er orðið, eða þú sért alltaf slöpp eða slappur. Þú talar þig inn í það ástand og þá heilsu sem þú lýsir því yfir aftur og aftur að þú hafir eða sért í. Jesús segir í Jesaja 40:28 áfram, veistu ekki eða hefur þú ekki heyrt að Drottinn er eilífur Guð sem skapaði endimörku jarðar. Hann þreytist ekki, hann lýgist ekki, viska hans er órannsakanleg, hann veitir kraft hinum þreytta og þróttlausum eykur hann mátt. Ungir menn þreytast og lýjast, æskumenn njóta og falla, en þeir sem vona á Drottinn fá nýjan kraft. Þeir fljúga upp á vængjum sem ernir, þeir hlaupa og lýjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Segðu sjálfan þig og heilsu þína það sem Guð segir þig og heilsu þína. Og nú er ég að endurtaka aftur eftir mér, hátt og snjallt. Ég vona á Drottinn og hann gefur mig kraft, mátt og styrk. Ég vona á Drottinn og hann gefur kraft, mátt og styrk. Guð hefur gefið mér nýjan kraft. Guð hefur gefið mér nýjan kraft. Ég flýg upp á vængjum sem örn. Ég flýg upp á vængjum sem örn. Þegar ég hleyp þá lýgist ég ekki.
Þegar ég hleyp þá líist ég ekki. Þegar ég geng þá þreytist ég ekki. Þegar ég geng þá þreytist ég ekki. Ég hef miklu meiri nóg af orku. Ég hef miklu meira nóg orku. Amen. Amen. Finnur orkun og kraftin koma Já, bara. já, já. Og ef við tölum þetta út yfir líf okkar, yfir orkun okkar, þá verðum við ekki þreytt. Við lýjumst ekki. Við hlaupum og við lýjumst ekki. Við höfum miklu meiri nóg af orku. Og ef við erum að finna fyrir þreytu eða bugun, þá segir við í Jesú nafni, ég hasta á þessa þreytu og ég reka hann út. Og ég tala kraft og mátt Guðs inn í líf mitt, inn í líkama minn, inn í hjarta mitt. Amen. Amen. Og þegar við gerum þetta, þegar við tölum út í trú, þvert á kringumstæðunar, þá erum við að stilla hjarta okkar og trú okkar á Guð, á orð Guðs. Og það opnast flóðgáttir himinins og kraftur Guðs flæðir inn á fullum krafti. Þetta er trú og þetta er traust og þetta er samvinna okkar með Guði föður okkar á himnum. Og við leyfum sannleika Guðs að umbreyta okkur innanfrá. Amen. Stundum gerist það skyndilega, stundum gerist það jafnt og þétt. En við höldum áfram að vona og trúa þar til að lækningin kemur, þar til að krafturinn kemur, þar til að kraftaverki gerist, þar til að kringumstæðurnar breytast. Amen. Amen. Þannig að við ætlum að tala núna 3 skref til að tala orð Guðs yfir líf okkar. Það var að fyrsta sem ég nefndi á hann. Finndu loforðið í orði Guðs. Ekki tala bara almennt. Finndu hvað Guð hefur sagt. Það er ekki til það mannlega vandamál sem er ekki fjallað í Biblíunni. Amen. Hvaða vandamál sem að hver er að glíma við, það eru til vers um það í Biblíunni. Og þú getur nota Google eða ChatGPT til að finna þessi vers og spáðu hvað við erum lánsöm að vera uppi á þessari háhraða internet tækni upplýsingaöld. Við getum bara sest niður, skrifað inn að setningu, búm, við erum komið 100 vers það vandamál eða það sem við erum að glíma við á augabragði. Hérna áður fyrr þurfti fólk kannski að lesa Biblíunni í 2 vikur áður en að loksins var búin að finna réttu versin. Þannig að nýtum okkur tæknina. Ef þú þarft frið eða ert búin að vera að glíma við mikinn ófrið eða ágreining eða átök í lífinu, farðu í orð Guðs um frið. Jesús sagði, frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Þetta er í Jóhannes og Guðspjall í 14. kafla. Þegar við finnum skelfingu eða hræðslu eða ótta koma, þá rekum við hann út í Jesú nafni og við tölum frið Jesú Krist inn í hjarta okkar. Amen. Guð hefur gefið vald yfir öllu illu. Myrkrið er undir fótum þér og þú beitir þessu valdi meðal annars með því að tala út. Við tölum við fjallið. Steypið er upp, lyftið er upp og steyptið er í hafið. Ef við þurfum visku, þá leitum við eftir loforðum um visku. Ef við þurfum lækningu, þá leitum við eftir loforðum um lækningu. Ef við þurfum kraft, þá leitum við eftir loforðum um kraft heilags anda. Og við byggjum trú okkar og hjart okkar á orði Guðs. Og þess vegna er algjört lykilatriði að lesa í orði Guðs. Amen. Annars skrefið, það er að tala það upphátt. Það er mjög mikilvægt að hugsa það. Og við erum að endurnýja hug okkar eins og segir í Rómverjabréfinu. En við þurfum að tala það út. Og ég kalli þetta krafthugsanir. Þegar við erum að tala svona út í trú. Orð Guðs yfir líf okkar, yfir kringumstæður okkar. Og mér finnst mjög gott að nota krafthugsanir þegar ég til dæmis í bílnum eina keyra. Og þá kannski setja ég útvarpi á. Það heyrir enginn í mér. Og þá tala ég út krafthugsanir. Og ég er búin að skrifa það niður. Og þú þarfst að tala þær út. Amen. Eins og þessi þegar orðið í nútíð. Þannig að ekki bara hugsa eða óska og ekki segja hluti eins og kannski einhvern tímann í framtíðinni þá vildi ég óska þess að. Þetta er ekki að tala út í trú. Þú segir núna í dag, í Jesú nafni, er ég heilbrigð, er ég heilbrigður, er þetta svona? Og við tölum út, ég trúi orði Guðs
Ég fylli hjarta mitt af orði Guðs, orð Guðs í hjartanu mínu. Ég tala líf, ég tala lækningu og ég tala sigur. Þannig að tungan okkar, þóttu þessi pínulítill limur, þá hefur hún rosalega áhrif. Og við getum talað friðinn í storminn, við getum talað sátt, það sem ágreiningur og rifrildi, við getum talað líf og lækningu, það sem sjúkleiki og eymd. Amen. Og þriðja skrefið, það að trúa í hjartanu. Jesús sagði að maðurinn skyldi ekki efast í hjarta sínu heldur trúa að svo færi sem hann mælir. Og það segir í orði Guðs að trúin kemur af því að heyra. Þannig að þegar við erum að lesa orðið aftur og aftur, þá förum við að trúa því og aðal aðferðin sem við notum hérna í frelsiskirkjunni, það hugleiðslubænin. Og ástæðan fyrir við notum hugleiðslubænin af því að þegar við erum að hugleiða orð Guðs og við förum í svona slökunar ástand, þá fer orðið beint inn í hjarta okkar og við verður að trú. Þannig að í staðans að lesa orðið kannski 20 sinnum og svo verður það að trú, þá lesum við orðið einu sinni, heyrum það einu sinni, við hugleiðum það að það fær beint inn í hjarta og það orðið að trú. Það rosalega áhrifaríkt. Og ég hvet ykkur til þess að hlusta daglega á hugleiðslubæni frelsiskirkjunnar. Ekki missa af þessari blessun sem að heilagur andi að gefa ykkur í gegnum þessar hugleiðslubænir. Það byrjar að umbreytast rosalega mikið í hjartanu við það. Og þær eru bæði á Spotify og svo náttúrulega inn á YouTube líka. Þannig að þetta lykillinn, það trúin í hjartanu og orðin sem við tölum út, það þarf að ríma, að fylgja mér. Þú getur sagt rétt orð með munninum ef að hjarta fullt af vantrú, kemst það ekki. Kemst ekki loforðið í gegn. Amen. Við getum líka að tekja ákvörðun að trúa. Við segjum bara Jesú nafni tekja ákvörðun frá hjartanum að trúa því að þegar Jesús Kristur gaf líf sitt á krossinum þá læknaði hann alla sjúkdóma fyrir hans spenjar í heil og ég trúi þessu af öllu mínu hjarta í Jesú nafni. Og stundum þegar ég að lesa eitthvað í orðinu og ég finn svona að það ykkur efi, eða ég ekki viss hvort ég trúi, að þá fer ég með svona bæn. Í Jesú nafni tekja ákvörðun frá hjartanum að trúa þessu. Og ég segi í Jesú nafni, ég teki þetta best og ég seta inn í hjarta mitt. Og ég vel að trú þessu og þá búm, það verður að trú. Þannig að þú veist, gerum eitthvað aðeins meira til þess að búa til þess að trú í hjartan okkar heldur en bara að lesa þetta og vera, já, flott vers, þú veist. Og þannig að hjartað fyrir að trúa þegar við erum að lesa orð Guðs og hlusta á það aftur og aftur, þegar við erum að biðja, með að taka ákvörðun og með að hugleiða orðið. Þannig að, og trúin okkar vex þegar við erum að stöðugt að hlusta á Jesú Krist. Ekki hlusta á lygar kvíðans, ekki hlusta á lygar óttans, ekki hlusta á lygar efasemdana sem reyna að koma með eitthvað bull og telja þér trú eitthvað annað en það sem að Guð að segja. Amen. Hugsiðu Ísraelana sem að voru í eyðimörkinni í 40 ár. Að þeir gátu ekki hægt að kvarta og kveina, að þeir mistu af stórkostlegu blessunum Guðs og loforðum Guðs, að þeir voru fullir af vantrú og kvarta og kveini. Og hvað gerum við þegar við hrösum í orði og bara finnum að við erum kannski búin að vera eitthvað í heimsókn, tala við eitthvað í síma og við bara og erum algjörlega búin að hrasa í orði. Það gerist fyrir okkur öll, gerist mjög sjaldan fyrir mig í dag, sem betur fer, en hérna áður fyrr, þú veist, það var bara stöðugt, að þá örvæntum við ekki, við fyrirgefum þessu, tökum allt sem við sögðum, þetta hérna, þetta svona úfið myrkur, neikvæð orka og við afhendum þetta við Guð, svo Guð, ég iðrast tungu minnar, ég afhendi þetta samtali í þínar hendur. Takk fyrir að umbreyta sér blessun. Amen. Myrkri hverfur, Guð læknar þetta og svo tölum við út blessun í staðinn. Við fyllum rýmið með að tala út blessun. Amen. Amen. Og þá veljum við oft að tala út þvert á myrkrið sem við vorum að tala út áður. Ef við vorum að tala um sjúkdóma veikindi,
þá byrjum við að tala út lækningu og líf. Ef við vorum að dæma eitthvað eða ásaka eða rífa eitthvað niður eða okkur sjálf, þá byrjum við að tala jákvæða sjálfsuppbyggingu, blessun. Við byrjum að biðja fyrir manneskjunni, senda henni blessun, senda henni líf. Amen. Amen. Þannig að öll hrösum við margvíslega í orði, segir Páll. Nei, hvað var það? Jakob. Þannig að, þú veist, en þegar við fyrir að vera meðvitar þetta og við fyrir að grípa okkur, þá fyrir við bæði að grípa okkur fyrr og við bregðumst rétt við ef við hrösum í orði og þegar við fyrir að gera það, þá byrjar það að gerast sjaldnar og endanum fer það bara út. Og þegar því sjaldnar sem þetta gerist og þegar þetta gerist aldrei, þá verður allt í lífinu betra og auðveldara. Þið bara eigið eftir að taka eftir. Allt gengur betur, það er miklu færri vandamálin eru miklu veigaminni og það er miklu meiri blessun af því að líf okkar mótast svo mikið af því hvað við erum að tala út. Amen. Og baráttan sem við eigum við stundum, þegar við erum að eiga við myrkrið, er hér í hug okkar. Óttinn kemur, reynir að ráðast á okkur, kvíðinn, efasemdirnar, gamlar hugsanir koma. Þetta virkar ekki fyrir þig. Þú hefur reynt þetta áður, það tókst ekki. Ekkert er að fara að breytast. Þú hefur ekki nógu mikla trú. Aðrir eru að dæma þig. Þetta er asnalegt. Þetta er fyrir aðrir en ekki fyrir þig. Við þurfum ekki að samþykkja hverja hugsun sem poppar upp í hug okkar. Guð hefur gefið okkur vald yfir okkar hugsunum og við erum að hertaka hverja hugsun til hlýðni við Krist og hafna þeim hugsunum sem eru ekki í samræmi við Krist og það orð sem hann hefur fyrir okkur. Amen. Amen. Þannig að, og þegar við fyrir að endurnýja hugafar okkar með þessum hætti, að þá verða þessar neikvæðu hugsanir alltaf máttlausari og veikari og minna sannfærandi í hvert skipti. Af því að við segjum bara, ég ætla ekki að trúa þessu. Ég trúi þessu ekki. Eitthvað hræðilegt er að fara að gerast. Nei, ég trúi ekki. Guð segir eitthvað stórkostlegt sé að fara að gerast. Guð sagði að hann hefur að gefa mér vonaríka framtíð. Hann hefur gefið mér líf í fyllstu gnægð. Þú er ekki efnaðast, þú er alltaf fátækur. Ég trúi þessu ekki. Ég hafna þessari lygi. Jesús sagði að hann er komin til að gefa mér líf í fyllstu gnægð og í Jesú nafni þá tekið við allsnægt af blessun hans í trú. Amen. Amen. Þú ert að veikjast. Það er eitthvað að þér. Þér líður svo illa, hlýtur að vera eitthvað að þér. Í Jesú nafni þá hafna ég þessari lygi. Jesús læknaði alla sjúkdóma og ég trúi því að ég sé heilbrigð núna. Ég trúi því að lækning Guð sé að vinna innra með mér. Amen. Amen. Og þetta er í samræmi við það sem að Jesús gerði þegar djöfullinn freistaði hans í eyðimörkinni. Þegar djöfullinn reyndi að koma með lygar og blekkingu til að fella hann í gildru. Hann svaraði með orði Guðs og þannig sigraði hann djöfullinn og freistingin hvarf frá honum. Amen. Amen. Þannig að, og þetta er þessi kristni lífstíl, þetta er lífstíl. Þannig að við erum ekki bara að tala út blessun og líf þegar við finnum að allt er komið í hnút í líf okkar eða þegar við erum allt er komið á hliðina. Við gerum það alltaf. Þetta er hluti af okkar lífstíl. Þetta er alveg svo, hvað eru margir hérna inni sem að busta tennurnar á mótnana til að vera ekki andfúlir yfir daginn? Ekki það. Allir, akkurat. Af því að, og það er það sama með orðin okkar. Við þurfum að vera með hrein orð, falleg orð, jákvæð orð, heilbrigð orð í okkar daglega lífi. Setjum innsigli á varir og við erum að tala í Biblíunum óagað heimsku tal sem að við höfum, þá erum við að leggja snöru og gildru fyrir okkur sjálf. Rosalega mörg versum þetta. Gaman að lesa þau. Þannig að endilega skoðaði það. Og það sama á við þegar við erum að tala agað viskutal, þá kemur rík blessun og allsnægtir og stórkostlegir hluti fara að gerast í líf okkar. Guð treystir okkur. Hann treystir þér og hann hefur treystir fyrir miklu valdi. Amen. Amen. Þannig að við tölum út orð Guðs á góðum dögum, erfiðum dögum, þegar við finnum kraftinn, líka þegar við finnum ekki neitt. Af því að þetta er lífstíl. Þetta er lífstíl. Þetta er hluti af því hver við erum í Jesú Kristi. Amen. Amen.
Við ætlum að fara núna með nokkra játningar og ég hvet ykkur til þess að tala þetta út. Upphátt, eftir mér. Já. Og síðan ætlum við að fara í hugleiðslubænina og ég ætla að biðja fyrir ykkur. Í Jesú nafni, ég trúi orði Guðs. Ég trúi orði Guðs. Ég trúi á Jesú Krist. Ég trúi á Jesú Krist. Jesús hefur vald yfir öllu. Jesús hefur vald yfir öllu. Jesús hefur gefið mér þetta vald. Jesús hefur gefið mér þetta vald. Ég trúi því Trúi því að kraftur heilags anda lifi innra með mér að kraftur heilags anda lifi innra með mér og flæði út frá mér og flæði út frá mér inn í öll svið lífs míns. inn í öll sviði lífs míns. Orð Guðs Orð Guðs er sannleikur í mínu lífi. er sannleikur í mínu lífi. Í Jesú nafni, Í Jesú nafni ég tala líf ég tala líf og lækningu og lækningu yfir líkama minn. yfir líkam minn. Ég tala frið Til að frið yfir huga minn. yfir huga minn. Ég tala lækningu Ég tala lækningu yfir sál mína yfir sál mína. og ég tala sigur yfir framtíð mína. Ég tala sigur yfir framtíð mína. Ég tala heilbrigði og vellíðan yfir mig Ég tala heilbrigða vellíðan yfir mig og fjölskyldu mína. og fjölskyldu mína. Í Jesú nafni, Í Jesú nafni ég rek út kvíðan, ég rek út kvíðan. ég rek í burtu óttan Ég rek í burtu og óttan. ég rek út alla þreytu. Ég rek út allir þreytu. Í Jesú nafni, Í Jesú nafni ég tek á móti orði Guðs, ég tek á móti orðið Guðs. ég tek á móti Jesú Kristi Ég tek á móti Jesú Kristi inn í hjarta mitt, inn í hjarta mitt. núna, Núna. í Jesú nafni. Í Jesú nafni. Amen. 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 Þá ætlum við að fara í hugleiðslubænina. Svona. Og eins og alltaf að þá er hugleiðslubænin þannig að við ætlum að loka augunum og slaka á og við ætlum að í rauninni bara fara með bæn og ég bið heilan anda að biðja í gegnum mig og þið megi endurtaka upphátt eða í hljóði í hjartan ykkar eða þið viljið og þannig taka þetta orð sem við vorum að hlusta á og setja það í hjarta okkar og trúa því og við ætlum að biðja heilan anda að setja innsigli á varir okkar og tungu okkar. Innsigli sem að gera það verkum að við tölum bara út blessun. Amen. Við tölum bara út til ljós og við ætlum að fyrirgefa öllu bullinu, ég ætla að orða þetta mjög fínlegt, öllu bullinu sem að hefur komið út frá okkar munni, frá upphafi, fyrirgefa svo afhendinni ljósið, þannig að það sem neikvæð sem við tala út mun aldrei draga dilk á eftir sér framar. Amen. Amen. Hjá Faðir á himnum, ég bara legg þessa hugleiðslubænin þína hendur í Jesú nafni. Ég bið þig heilagur andi að biðja í gegnum mig til þess að verði öllum sem að hlusta til stórkostlegrar blessunar og lækningar í Jesú nafni. Amen. Það mátti bara koma þér þægilega fyrir, hvort sem þú situr eða liggur. Og þegar þú ert tilbúin mátti draga djúpt inn andan og loka augunum. Og í Jesú nafni þá tala ég slökun yfir þig. Ég tala frið Guðs yfir þig og ég tala algjöra fullkomna ró Jesú Krists inn í hjarta þig og inn í hugan þinn. Í Jesú nafni þá þakka ég þér, Faðir, að þú sendir orð þitt inn í hjarta mitt og þú læknar. Í Jesú nafni þá vel ég að fylla hjarta mitt af þínu orði, af þínum friði og af þinni lækningu. Ég bið þig, Faðir, að setja innsigli á varir mínar og á tungu mína, svo ég megi eingöngu tala líf, ljós, lækningu og trú. Að ég tali eingöngu út það sem er jákvætt, heilbrigt og gott til uppbyggingar.
Því að þú sagðir, Faðir, að orð þitt er lækning og að heilbrigð orð eru lækning fyrir beinin. Og ég tek við orði þínu inn í beinin mín núna. Í Jesú nafni afhendi ég tungu mína og munn í þínar hendur, Faðir. Og ég iðrast alla þeirra skipta sem ég talaði myrkur, bölvun og niðurrif. Og ég afhendi allt slíkt í þínar hendur. Allt frá upphafi. Og það er afmáð. Það er farið fyrir fullt og allt. Í Jesú nafni. Þú, Jesús, gafst mér nýtt hjarta og ég vel að fylla hjarta mitt af þínu orði, af þér. Og ég vel að fyrirgefa sjálfur mér eða sjálfur mér fyrir öll þau skipti sem ég talaði myrkur yfir mitt eigið líf og heilsu eða líkama. Í Jesú nafni fyrirgef ég þessu og ég fyrirgef sjálfur mér. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að elska sjálfa mig skilyrðislaust og eins og ég er. Í Jesú nafni og samþykki ég mig skilyrðislaust að því ég veit að þú, Faðir, á himnum samþykki mig eins og ég er. Og ég kem fram fyrir þig, Faðir, og ég iðrast alla þeirra skipta sem ég reyndi að vera minn eigin Guð. Og ég vel að hafa þig sem minn Guð og engan annan. Núna langar mér bara til þess að tala orð Guðs og blessun yfir alla sem er að hlusta. Og ég ætla að biðja að opna hjarta eftir Jesú og heilögum anda og því verki sem hann vill vinna í þínu hjarta og í þínum huga og í þínum líkama hér í kvöld. Já, Faðir, í Jesú nafni þá bið ég fyrir líf þínum sem er að hlusta núna og ég tala lækningu þína inn í sérhvert hjarta. Í Jesú nafni lýsi ég því yfir að sonur þinn, dóttir þín er læknuð, er læknaður. Í Jesú nafni þá tala ég ljós þitt heilagar andi inn í sérhverja hugsun og hver einasta hugsun í þínu barni lýsist upp og fyllist af friði, fyllist af lækningu, fyllist af von, fyllist af gleði. Í Jesú nafni þá tala ég orð þitt, Faðir, inn í sérhvert hjarta, inn í sérhverja frumu. Það sem er bólga, kemur hjöðnun og lækning. Í Jesú nafni reki út allan sjúkdóm, öll veikindi
og allan kvíða, farðu út í Jesú nafni og þú getur aldrei komið aftur tilbaka. Þú hefur ekkert vald hérna og engan heimild og ekkert leyfi. Og ég tala heilbrigði Jesú Krist inn í hjarta, inn í þitt hjarta, inn í þinn líkama og inn í þinn huga. Jesús Kristur hefur gefið okkur sitt heilbrigði og hann er stórkostlega og fullkomlega heilbrigður. Í Jesú nafni þá rek ég út þessa þrengingar og þessa erfileika og þetta stréð sem hefur verið að plaga eitthvað sem er að hlusta og ég bara afhendi þig núna í fang Föðurins, þar sem að þú hvílist og hvíld Guðs ríkir í hjarta þínu núna. Og fyrir þá sem hafa glímt við þreytu og orkuleysi, þá segi ég í Jesú nafni, þú munt ekki þreytast. Í Jesú nafni, þú hefur fengið nýjan kraft frá Guði, nýja orku, nýjan mátt, nýjan styrk. Og þú hleypur en þú þreytist ekki. Þú vinnur en þú lýgist ekki. Og Guð er að reisa þig við, lyfta þér upp. Og það skiptir ekki máli hversu gömul eða gamall þú ert ungur í Jesú nafni. Og eilífð Guðs býr innra með þér. Og ég finn að Guð er að eiga við lundina og geðið. Og hann er svona að skipta því út fyrir sína lund, fyrir sitt geð. Og það er svo ofboðslega mikið gleði. Og það er svo mikið frelsi. Og það er svona heilbrigt, hæfilegt kæruleysi, svona áhyggjuleysi, friður, öryggi og hlátur og gaman. Og Guð vill að þú hafi gaman og skemmtir þér og njótir lífsins. Sama í hvaða aðstæðum þú ert. Þú getur verið í vinnunni, heima sinna börnunum, passa barnabörnin. Þú getur verið að gera húsverk. En Guð er búinn að setja nýja gleðin í hjartað og nýjan eiginleika sem gerir það verkum að þú nýtur þín í þínu daglega lífi. Amen. Og hlátur Guðs og húmor kemur inn í hjartað. Og svona skemmtun og fyndni og þú byrjar að hugsa, fyndnar hugsanir og það komur svona fyndnar minningar sem að poppa upp í hjartaneginu sem fá þau til að byrja að hlæja kannski bara allt í einu miðjan daginn. Einhverja gamlar svona hláturminningar þar sem eitthvað mjög fyndi gerðist og þetta að taka eftir að fleiri fyndnir hlutir er að fara að gerast í lífinu þínu. Og Jesús, hann er með þér og hann gleðst með þér og hvert skipti sem þú fer að hlæja þá er hann að hlæja með þér. Hann vill að þú njóti lífsins og hafi gaman. Það er eilífur fögnuður í Jesú Krists sem kemur inn í hjartað þitt núna í Jesú nafni. Eilífur fögnuður. Og þú ert kannski bara út í göngutúr og allt í einu þá bara hrópar halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Amen, Jesús. Nú ætlum við að taka bara svona 1 mínútu þar sem við ætlum bara að þakka Guði. Faðir, við þökkum þér. Við þökkum þér frá dýpstu hjartarótum. Við fyllum hjarta okkar að þakklæti til þín. Í Jesú nafni, takk Jesús.
Takk fyrir alla þessa stórkostlegu blessun. Takk fyrir lækninguna, takk fyrir gleðina, takk fyrir friðin, takk fyrir allsnægtirnar. Takk fyrir þetta stórkostlega, magnaða og fallega sem að fara að gerast í mínu lífi. Takk Jesús fyrir alla mjólkina og allt hunangið og fyrirheitnarlandið sem þú gefur mér. Og ég set fókusinn á það. Ég set fókusinn á þig. Ég set fókusinn á loforðin þín, Faðir. Og ég tek við þeim í trú. Ég tek við þeim í trú. Halleluja. Halleluja. Ég finn bara heilagur andi vill auka smurningu sína hér í kvöld. Í Jesú nafni segi ég taktu við smurningunni núna. Taktu við blessuninni sem að koma við líf þitt. Taktu við lækningunni sem að flæðir inn í hjartað, inn í sálina, inn í líkamanninn. Taktu við allsnægtunum í Jesú nafni. Taktu við gleðinni og fögnuðinum og þakklætinu og taktu við þessari nýju trú og þessum nýja krafti og þessum nýja þrótti sem að heilagur andi að setja inn í líf þitt. Og það bjart framundan, það ljós framundan. Það von og eitthvað stórkostlegt og eitthvað gott og eitthvað skemmtilegt að koma. Og heilagur andi sagði, taktu við þessu núna í Jesú nafni. Guð hefur gefið þér tilgang og hann hefur smurt þig til góðra verka. Og hann vill að þú biðjir og hann vill eyða tíma með þér. Taktu tíma með honum í Jesú nafni. Það sem hann ríkir í þínu hjarta. Halleluja. Takk Jesús. Amen. 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 Amen.